verið velkomin. Og við erum komin á Vesturbyggð á íbúðarráðinu. Bara svona nokkur atriði í byrjun, þetta formlegur fundur, þetta bara ákveðið verkferla. Þannig að við erum með ákveðna dagskrá sem við förum eftir. Og í lokinu þegar við förum í málefni hverfisins, þar hægt að taka upp önnur málefni sem á dagskrá. Ef þið viljið fá orðið, þá gefið þið mér merki og ég gef ykkur síðan orðið ekki ykkur. Og bara minnið við reynum öll bara að vera snuttur, kurteis, málefnileg og bara hafa líka svolítið gaman að koma saman að ræða hverfið, því að það er líka hverfið okkar. Og annars bara spurningum að henda, já, við erum alltaf ætlum að byrja á lið 1 umferðaröryggi í Vogabyggð og það ætlaði formann umhverfis- og skipulagsráðs að vera hér, en ég ekki komin, ég að bíða eftir svari. Við förum bara, ef við bara fara þá bara fyrst í númer 3. Betra að starfsemin verði kynnt eftir að alls þetta hefur verið. Ja. Þetta þá bara lagt fram. Þetta var bara þessi breyting var ekki varandi fjölda. Annars vegar fjölgun fulltrúa í íbúðarráð miðborgar að Hlíðar og hins vegar á niðurlagningu forvarnasjóðs. En hann var sameinaður sem sagt öðrum, eða honum var breytt eða sameinaður, hvernig sem orðað það, sjóð sem þá með ákveðin markmið tengt betri borgarbörn. Akkurat mann ekki því. Já, þannig að ef það ekkert frekar þá bara samtíð við þetta. Þetta svo partið framlega. Já, ég segi að þetta bara eitthvað bara framjá. Kannski líka áður við höldum áfram, af því við vorum búin að auglýsa það að þetta væri ekki, þessi fundur væri ekki streymt, eða ég var ekki komin búnar, en svo virðist þess að hafa tekst að koma í streymi, þannig að hann í streymi, þannig að allir að vinka og svona reglulega. Hún hafði streymt á við borgarnar og upptaka liggur eftir. Þá ráðið fullskipað. Ok, ef þú ekki bara fara í þá 4, þetta í Leppsgarða. Ég veit ekki hvað hver fyrir að skoða þetta eða kynnt sér eitthvað fyrir uppi. Ég var alveg búin að reyna að kafa þess í þetta og því vorum búin að setja saman drög á bókum, Greta þú búin að aðeins að fyrir bínu með mér fleiri. Og já, við erum svo sem ekkert meira að segja þannig að séð. Það var það bara, kannski þekki þetta þessar miðstöð sem fyrir viðbragðsaðila, sem varðar það og bara tilkynning að bara auglýsingu á skipulagslýsingu fyrir það verkefni. Þannig að kannski kemur til greina að huga á þessu bara umferð og hvað áhrif þetta hefur á umferðina. Ég með náttúrulega mikla þjónustöfna með Holtagarða og fleira. Hvað áhrif verður á Sundabrú, Sundabraut og það framir. Það svo sem við farið allt yfir það í þessari lýsingu, en þetta rauninni bara lagt fyrir okkur. Við erum með drög á bókum sem við kannski byrjum eitthvað aðeins að styrkja svo til, en ef ég kannski lesa hana bara, ég segi miðlæg miðstöð viðbragðsaðila fyrir höfuðborgarsvæðið er mikilvæg og skiptir staðsetning hvað miklu máli. Í skipulagslýsingunni farið yfir helstu þætti sem muni geta haft áhrif á bæði umferð og skipulagsmál hverfisins. Meðal þess sem íbúðarráð hefur áhyggjur af eru þá áhrifin á umferðarþunga á Sæbraut, væntanlega Sundabraut, skástrik á brú og trjágróður og umræddir svæði sem þurfa að víkja fyrir þeim framkvæmdum sem farið verði í verður þetta niðurstaða. Mikill umferðarþungi með tilhættu hættu og mengun er nú þegar til staðar fyrir íbúa við Sæbraut, allt frá Rótum Vogabyggðar út af Snorrabraut. Mikilvægt að huga að verða þessum þáttum við þessa framkvæmd. Gróður, hljóðmenn og stokkur allt lausnir sem bæta draga úr truflun og öðrum.
Við áttum svona bara aðeins að klára þetta, en ef það eru svona almennt sér sagt þetta sammála þessu, þá svo með ég leggja þess að bara bókunum með í þessum lið. Ok, og þá er þessi lið bara búin. Þetta er bara ágætlega skilgreint þarna í þessum gögnum þarna. Já. Það verður þess fyrir sig sko þegar umferðarskýrslan er þarna síðdegis, sérstaklega á leiðinni þá í austur og suður. En ég meina það er ekki okkar að hafa skoðun líka, við bara setjum þetta hljóta pæli fínt. Já, ég ætla bara að vona því, það flesti að þeir sýttir að gera með það. En það er einmitt, ég hef alveg, ég hef að þetta líka bara, já, hvernig mun þetta áhrif þetta? Því að maður sjálfsögðu viljum að hafa vel staðsetta svona miðstöð. Það er bara skiptir miklu máli fyrir auðvitað allra á höfuðborgarsvæðinu. Það er bara mikilvægt. Já. Einhverju fleiri sem vilja eitthvað spyrja út í þetta að hafa gráða þetta? Nei, þá færum við okkur bara yfir í 5. Þetta var sem sagt í rauninni að koma aðeins inn á fundinn hjá okkur síðast, var það ekki, það kom undir bara þetta málefni hverfisins, var það ekki það sem þetta kom? Jú, Já. þetta var sem Og ég sem sagt í rauninni samþykktum að taka þetta aðeins fyrir, örlítið, það var sem sagt deiliskipulagsbreyting á þessu svæði sem var kynnt í lok sumars, var ég hitt af sýninguna. Allavega, og þá var sem sagt íbúar á svæðinu sem voru með athugasemdir sendi inn sínar athugasemdir. Og nú er þetta mál í rauninni bara í ferli. Umsagnatíminn hann var til 19. september og bárust alveg nokkrar umsagnir frá íbúum sem að bara, já, bara vonum að verði hollt í þeirra þegar sjóraðar ákveða mál. Þau í rauninni bara, já, þannig er þetta bara stætt í dag, ekki Heimir. Bara, Ég veit svo sem ekki betur en það er alltaf bara geta þess að þeir svona vöktu athygli ráðsins með að senda á póstunum ráðsins sínar umsagnir. Akkurat. Já, með það, því það er verið að senda sér umsagnir og þá er það rauninni bara sendar á hvað skið og byggingafulltrúar og framvegis að það er einmitt gott að það farið síðan líka til ráðsins þannig að við sjáum þær og séum meðvitað hvað er verið að benda á. Og það er bara fínt, gott mál og við erum með það. Ok, þá getum við bara að fara í næsta. Þetta hugmyndasöfnun í hverfið mitt. Þetta er frá Eiríki Búa. Það er kannski, ég vona alltaf að flest ekki eftir, það er í gangi hugmyndasöfnun fyrir hverfið mitt. Síðast í gáði voru komnar 150 eitthvað hugmyndir. Ég var eitthvað að biðja 80 og þú vilt frá 20 og svo er þetta bara allt strengt í skali sem er náttúrulega frábært, rosa gaman. Þó svo að sé augljóst að það er einhver svona trolla hugmyndasöfnunni en við höfum bara gaman að því. Það hafa allir leifendur að senda inn sínar hugmyndir og tillögur og þau sem eru duglega að selja sína hugmyndir ekki þar sína á að selja sínar viltustu hugmyndir þarna við sjáum þess. En já, söfnunin er alltaf bara í gangi til og með 27. október þannig að það er þá er þetta að sprengja alla skala og það er saman með það. Og það kannski allt í lagi að nefna líka hér að það er alveg þannig að það er ekkert allar tillögur eða hugmyndir áfram. Það getur verið ýmsar þættir sem að valda því meðal annars til dæmis eins og til dæmis bara allar hugmyndir varðandi Sæbraut. Það er ekki bara ná áfram inn í þessa kosningu. Það er einfaldlega bara til það er ekki í rauninni þetta verkefni næri ekki yfir slík mál. Eins er líka bara svona væntingastjórnun til allra nemenda í hverfinu að engin skóli er líka ekki hugmynd sem að við fáum ykkur kosningu. Það er líka aftur bara, já ekki nefnum að þau geti kvotað Jan Ásmundi eða eitthvað svo lesa það með sér í lið. Þetta er alltaf annað, það er samt rosa gaman að sjá þetta hugmyndirnar og mikið af góðum hugmyndum finnst mér og ég er spennt að sjá hvað gerir. En eins og almennt séð þegar hugmyndir fara ekki áfram það er ekki að því að það sé eitthvað svona einhver að fá eitthvað tjöldin sem bara nei, ég fíla þetta ekki. Heldur er einhver raunveruleg ástæða fyrir að hún kemst ekki á. Og yfirleitt á það líka þá koma þá tölvupóstur til þeirra sem eiga hugmyndirnar og það útskýrt hvers vegna hugmyndir að færa framgang eða ekki. Þannig ég vona að verða aldrei sátt þetta. Er eitthvað sem einhverjir vilja spyrja mér? Einhver ágættir? Það hefur mikið verið rætt með
þessar hugmyndasöfnunni, sko, hvað á til þess að fara inn, þú veist, eigum við að vera, þú veist, taka þátt í kosningum að laga göngustíga, á þetta að vera eitthvað sem er, þú veist, þetta lyfta upp, sko, þessi félagsauði í hverfunum og svo framvegis, og það svona eru, já, skipta skoðanir með það. Ég persónulega almennt sé á því að allt svona umferðar og viðhaldsmál eigi bara að vera gert. Við eigum að fá kjósræðum með frekar rennibraut í Laugardalsvegi og svo framvegis, eitthvað sem er skemmtilegt. En ég held, ef ég man rétt, var það ekki þannig núna, það er sem eitthvað áherslan er á það. Þetta sé svona lyfta upp félagsauðnum og ekki kannski svona viðhald og fleira. Og þá er kannski vil ég kannski bara benda á að þegar við erum að tala viðhaldsmál, sem það eru göngustígum eða aðgengismál og svo framvegis, að nota síðu borgarinnar ábendingar.is, ábendingar.reykjavík.is. Ég held alveg örugglega því ábendingar, það er allavega neðst á forsíðunni. Já, og hún er bara frekar góð, sko. Það er frekar gott að nota hana í akkurat svona tilfellum. Það líka viðbragð. Já, akkurat, það er náttúrulega kemur viðbragð. Ég á ekki hjá mér sem að getur verið voðalega fúll á móti og byrjaði borgina. Rosa glaður eftir að hann er í tempum á að nota ábendingarsíðuna og það fékk, sko, það leystist að hann var að pyrra svo mikið, þannig að eftir vakkurinn og trúin hans, það var rosa gleðilegt. Alltaf svo gleðið að ég gerði leist. Þannig að já, við heldum bara áfram að hvetja ykkur til að senda inn og auglýsa og taka það, þannig að bara carry on. Einhverja, já. Nei, ok, þá verðum við bara í næsta. Já, það er það Römpum upp Ísland. Við vorum að safna saman tillögum að því að rampa upp Ísland eða Laugardalinn og, ég var búin að safna saman því sem ég hafði séð og ég ætla að krýna þetta sigurvegara í hugmyndasöfnunum þessari sem er þá Langholtshverfi. Það er bara komið fullt og ykkurlega þaðan á meðan að Túnin, Vogabyggð og Laugarneshverfi þau okkar bara deyja á sig ekki neitt. Það er greinilega allt í lagi í þessum hlutum eða ekki. En við erum hér, svo kom eini tölvupósti líka sem að gatnamót Sæbrautar og Langholtsvegar að það sé ómögulegt að komast inn og út úr hverfinu og á hjólastíginn. Svo er umræða sem að ég sjálf tók þátt í, það er Skeifan. Skeifan er bara ekki gerð fyrir húspunktur. Hvorki bíla, né gangandi, né hjá, það er enginn velkomin í Skeifinni. Það er bara, hún er bara eitthvað rugl. Þannig að hún er mjög vinsælt umræðuefni í skipulagsmálum að hvað getum við gert í Skeifuna? Gera hana fólkvæna. Er einmitt að bráðvanda betra aðgengi í Laugarásbíó, tegandi það. Hér er kallað eftir að væri gaman að fá fallegt kaffhús eða bar í hverfi og þar yrði þá hugsaði með fyrir rampi og aðgengi. Ertu með lokast? Ég er bara að lesa það sem ég er bara komið tíma til. Er þessi dagskrá aðgengileg á síðum sem getur svona síðan? Þessi? Og ef þú ferð inn á, ég setti fundarboðið inn á allar hverfasíðurnar, þar á að vera hlekkur á getur þurft að leita þess, ég setti þær. Ég þurft ekki að skrolla og vola þá. Ef googlar næstu fundir ráða að nefnda Reykjavíkurborg, það kemur fyrir hlekk og er eigin ljúga því að hann dettur út þegar fundurinn byrjar. Að prófa að finna mig inn á hverfasíðunum, bara að velta einhverja og sjá hvort þú sér mig ekki. Það var ég bara búið að bara fundarboð. Já, ok. Hér er líka ein tillaga að hér sé gengi mikið í hverfinu, labbaði í Holtagarða og niður Holtaveginn og þar sé gangsetinn hörmuleg fyrir alla, vinstra megin fyrir neðan nýja leikskólasvæðið og það hafi verið svona lengi. Þannig að það eru svona almennt sikranlega að gangsettum. Það bara göngu leiðin. Hér kemur ábendingum að í Pasjón sé mjög þung hurð og þröskuldur og sem á annars staðar í Alþjóðakjarnanum. Og hér svo síðasta athugasemdin eða ábendingi sem kemur varðar djúpgámana sem voru settir í neðst á Dísateitnum. Þar kom þessi vísar einmitt í Laugarneshverfsgrúppuna, það kom upp umræða í þeirri grúppu
þessi djúpgámar væru ekki aðgengilegir fólki í hjólastólum þar sem þeir eru staðsettir upp á lágum palli sem gerir erfitt fyrir vik að komast að þeim. Og já, ég vil bara hleyka þetta. Ég sjálf myndi bara taka líka undir þetta bara með þessa kjarna, verslunarkjarna sem eru í hverfunum okkar. Almennt sé þar á þeim svæðum þarf bara að huga betur að aðgengi. Og ég bæti því bara eftir í söfnunum. Kaffihús, það er úr Langholtskólanum. Já. Þannig að ég þarna segja, það er þarna Passion og svo náttúrulega bara verið að biðja kaffihús og hefur nú meðal annars komið sem til að í Lessarsinni kvöldið. Það þurfa alltaf að nefna það sem þurfum. En, ok, þá ef það er einhver hér með einhverja tillögu eitthvað sem ég geti bætt, já, við erum bara einhverja kaffi veðleikur. Já, en ég er eiginlega bara með það fyrir kaffi. Já, því að náttúrulega er einhverjum styrkur fyrir þýngstu hjólast. Góða bæti, tökum það niður. Takk fyrir það. Ok, einhver fleiri? Ég get líka bara vakið athygli á því að inn á rapport.is þá geta rekstraraðilar sótt að fá ramp. Já. Þannig að ef við myndum að lauma því að kaffi laugaleg, þá getum hugsanlega sótt Já. Herðu, ok, næsti liður þá. Mástu það ekki, hann nú breið? Veit ekki. Það er spurning, eru þið klár með þetta skjal? Þessar söfnir hérna? Er þessar ábendingar ykkar inn í þessa vinnu? Já, þannig að séð þetta því væri til eitthvað bara þetta er bara svona beint texti frá fólki, sko. Ok, þá er bara spurning að það væri góður bragður því að fela formin að koma ábendingum ráðsins á framfæri við fórsögnar hið fyrsta. Ok, bara gera það bara. Þá bara getur þú sendt þér mjög og ég kem þeim áfram? Já, ég vil gera það. Það er áfram opið fyrir ábendingar, þannig að ég tek mótsæti. Ég held að það sé opið áfram á Betri Reykjavík bæði og svo taka þeir líka við umsóknum. Og svo eru þetta að hafa samband við að beint sem að Ég skal hérna senda þetta á þig. Bara. Ok. Þá erum við bara komin að ekki bara að ég hringja í Alexandru. Það væri svo sem ekki Já, ok, flott, það er ágætt að hann hefur allir hringir alveg. En ef þá ekki fara það bara í næst í þú ert með það það ekki, borgin okkar. Jú, það er sem sagt borgin okkar, þá ætla ég að gera djarfur að googla einnig beinni útsending. Nei, það er ekki að googla hérna. Það er þessi síða. Ég vildi bara nota tækifærið og vekja athygli á því að það er opið fyrir umsóknir í borgin okkar hverfin. Þetta er sem sagt það sem kallast stundum systursjóður hverfisjóðs. Borgarráð samþykkti að íbúar fengju samtals 30 milljónir til að úthluta til þessara verkefna sem alveg hvers konar verkefni skal styrkja hér. Það var úthlutað úr sjóði á vordögum. Þau íbúar sem áttu eftirstöðvar þau hafa tækifæri núna aftur í haust til að samþykkja eða hafna umsóknum og íbúar þessara hverfa geta sótt á þessari síðu og ég nota bara þetta tækifæri til að hvetja áhugasama til að senda inn umsókn. Það er opið til og með 16. október. Ok. Svo ákveðið þið umsóknum væntanlega á nóvember 20. Já, akkurat. Meira var ekki frá mér. Þetta er það hugsað sem líka svona að því nú þeir hverja beitt í gangi. Það eru svona þá stærri verkefni sem við hugsum út í hverju mitt. Þetta væri þá einhvern minni. Já, þetta getur bara verið ýmsu verkefni.
það tekin dæmi hér að neðan. Viðburði hverju borgarinnar sem höfðu til allar aldursfólk, markaði sem eitthvað líf, tónleika, listaburðar, viðburði eða verkefni tengd jólum. Þannig að þarna svo sem takmarkast þetta bara af ímyndunarafli hverfisins. Já. Að því leyti að þetta falli svona að þessum viðmiðum. Já. Öll jólabörn hérna hvatti þess að senda inn hérna umsóknir. Styttist í þau fyrr en síðar. Ok. Herðu, þá er það bara næsti, Já, sem er þá hverfisjóðurinn. ég ætla svo sem líka að taka hann, ekki svo. Hverfisjóður Reykjavíkurborgar, það er svona, hann er opinn allt árið og fyrir umsóknir. Það er þessi verkefni styrkir hverfisbundnu félagasamtök íbúa aðra sem vilja leggja sitt af mörkum og það eru hverfisbundnu verkefnum. Ákvörðun tekin af íbúaráðum. Hérna er hægt að sækja styrki fyrir áhugasama og það virkar þannig að viðkomandi sendir inn umsókn og hún fer sem sagt til starfsmanns sem heldur þetta málefnum hverfisjóðsins. Hann gerir umsögn með hliðsjón af úthlutunarreglum sjóðsins og styrkja handbók Reykjavíkurborgar og á endanum kemur svo umsóknin þá inn að borð til ykkar og til afgreiðslu. Þannig að þið eigið eitthvað eftir, ég er ekki með nákvæma tölu í höfðinu, en fyrir ykkur í ráðinu og alla aðra þá er hér að finna úthlutunarreglur. Það er einnig að finna inn á þessari heimasíðu hverfisjóðsins. Hvet ykkur bara til að lesa þær vel í gegn. Ok. Þannig að við erum komið með þess að það er hverfi, þá erum við með borgir okkar hverfin og svo hverfisjóður. Já. Þetta getur verið dálítið ruglingslegt, Já. en þetta síast inn hægt og rólega. Já. Alright. Ég er sjálf kynarreglu. Hverju við? Bara einn spurning er alls mann, svolítið Englandi, svona margir sjóðir, en kannski varðandi það fjármagn sem hverfi annars fæ í það sem við myndum kalla bara eðlilegt viðhald og endurnýjun í hverfinu, það fjármagn eitthvað tekið niður fyrir það fjármagn sett fyrir þessa sjóð? Tekið niður? Já, bara... Það er eins og það að ef við nýtum ekki, nei, þeir vantarlega í fjárhagsáætlun einhver úthlutun til hverfisins sem á að fara í endurnýjun og göngustígum og öryggi og allt þessu viðhaldsvinnu í rauninni sambandi við mannvirki í hverfunum. Og ég er bara velta til með peningandi sem lengi í þessum sjóðum. Þú veist, hefur það einhver áhrif á peningana sem eru í fjárhagsáætlun í þetta sem við viljum segja? Og þetta almenna viðhald, almenna, já. Nei, ég myndi mér þess þannig, en það er kannski eftir lagi bara á þá reynd. Ég held að það sé einhver stjórnmálmannanna að svara fyrir það, en það eru vissulega, þá eru upphæðir í þessum sjóðum, það eru 30 milljónir heildina í báðum tilvikum, en það er náttúrulega til verkefni sem snúa ekki að viðhaldi eða framkvæmdin. Þetta hangir alls ekki saman, eða það á ekki að gera það. Það myndi ég myndi ekki halda það og ég sé ekki rétt maður til þess að... Nei, en það er annars vegar grunnþjónustu og hins vegar svona sjóðir. En það, ef grunnþjónustun er í lagi þá kannski alltaf benda á að grunnþjónustun er ekki enn í lagi eins og það verður sem peningir sjóði. Það er fyrst og fremst á grunnþjónustun í lagi. Það sem ég er aðeins að velta hvort að, þú veist, að því að ég hef alltaf svona tilkynningu það ég er í grunnþjónustu sem að fara betur. Hvort að það sé þá að líða fyrir... Það er til fórsett ekki að líða fyrir það, en það er kannski ágætt þetta að við fylgst með því og verið akandi fyrir því. Það á ekki að gera. Ok, herðu, ef þá ekki bara hleypunum
eitthvað fleira sem einhverju vilja þetta? Það er spurning hvort við getum ekki sett inn á þessi sjóður. Er það þá 2 sjóðir eða 3? Þetta er henni 3. Ég myndi ekki segja að hverfi mitt verið beint sjóður. Nei. Ef við myndum fara í þá skilgreiningu að það sé ekki sjóður, þá er borgin okkar sjóður í þeim skilningi og hverfisjóður er sjóður í þeim skilningi. Þannig að það eru 2 sjóðir sem íbúar í hverfinu geta sótt styrki, til dæmis til þess að standa fyrir einhverjum viðburðum eða öðru. Svo hverfið mitt er þetta íbúa lýðræðisverkefni, þar sem íbúar getur komið upp hugmyndir hitt og þetta. Þannig að það er 2 sjóðir og svo svona hugmynda svona fyrir peningar eru að ná í peningar til þess að gera. Og það er ágætt þess að Þórunn nefnir þetta að það sé hugsanlega verið að eyða eða verja peningum í verkefni sem við nefndum á. Það hvílir engin skylda á íbúðaráðum að tæma sína sjóði þessa og þeir peningar sem eftir standa þeir bara renna fyrir borgarsjóð. Það finnst meðlega kannski að setja bara líka inn á þessa 2 sjóði og svo þennan banka, hugmyndabanka, inn á síðuna, þannig að þetta sé ekki villandi. Ég var búin að setja, held ég þarna með hvað það vantilega verið Hverfið mitt. Ég ætla búin að setja alveg hverfið mitt, en þessi sjóðir, ég var búin að setja annan þeirra. En nú man ég ekkert hvað það var, því ég var alveg hérna einmitt. Þegar að hafa skilgreint markmið þessi sjóður, þannig að ég utan reglunum þá að huga því. Og svo fyrir félagskap sem við fengið styrkt fyrir þessu sjóður. Það frá okkar sjónarhóliði séð að það er einslega þetta þér sem nýtist mjög vel og fyllt í skiljum. Það er mjög jákvæð reynsla að því að sækja einhver slíkt það nýtt. Hvað séu, allir að koma í fjarfundi? Já. Ok, frábært. Það var lengt. Hefur allir sem þetta nýtt? Það var mjög Mjög mikið þetta. Já, mjög. Ég koma hérna og taka þessum þegar eru ekki í Vogabyggð, aðkallandi málefni. Þið verður afsaka, ætlum við að taka Kristínu næst eða ætlum við er hún Alexandra Dettin bara as we speak? Já, strax sem hún fær hlekk. Ok, hún komið hlekk í það minnsta. Ok, sendur mynd á hana. Þú sendir mynd á hana. Þannig ef við verðum með dauðan tíma hérna, viljum við nýta tækifærið og leggja fram þessa skipulagstillögu sem ég nefndi? Já, endilega. Það var eftir hérna. Ég skal varpa henni hér upp. Ég verði að afsaka, þetta er ekki mjög þjátt að vera hérna að vinna öllum þessum skjánum. Þetta er bréf frá umhverfisskipulagssviði sem barst eftir að fundur var boðaður. Og í staðinn fyrir að láta þetta liggja fram á næsta fund, þá var í höndin formann að leggja þetta fram núna og þá fresta þessu og leggja þetta fram aftur á næsta fundi. Þá hafið þið og íbúar í hverfinu ráðum til að rýna í þetta. Já, það var alltaf sett bara þá deiliskipulag á lóðinni Stefnisvoru 1 og 2. Og já, sem virðist að birst í fréttablaðinu á miðvikudaginn síðustu viku. Og hún í kynningu frá þá þeim degi 5. október til og með 16. nóvember. Og þarna er hlekkur á það hvar þetta nálgast gögn og meðfylgjandi slóð. Er þessi hlekkur þá líka bara á heimasíðu borgarinnar væntanlega, en
svolítið erfitt að oft að að því að heimasíða borgarinn er náttúrulega fjökk svaka yfirhalningu, en er ekkert rosalega, já, hann er ekkert að virka alveg nógu vel. Þannig ég held að og til ég að koma þessari kannski slóð einhvers staðar meira bara áfram. Þetta bréf birtist með hlekkjunum með fundingar. Já, ok. Fyrst að það er tilgangurinn. Þá er þetta komið þar. Mæli ég með því að öll sem hafa áhuga á þessu tilskipulagi að kynna sér áhuga það. Þá munum við, ef við skiljum þið rétt á hann, þá myndum við vilja fresta þessu og leggja það fram að nýju og næsta fund. Það er komið inn í fundargerð þannig að þetta er orðið að upplýsingu sem er aðgengilegar. Þannig að þetta er til þess að gera lítil breyting í fjölgun á íbúðum 9 og svo einhverju bílastæða þeirra. Yes. Já, eykst hvað 30 fermetrar á það. Nú sko býta. Ok, Já, þetta er komið. Það er komin. Það farið í lið 1. Ég vildi bara segja að það fór eitthvað fram hjá mér þessi fundartími og var ekki með fundarboðið eða þannig og bara fatt ekki að vera í dag, fyrst bara forláts en ég líka bara búið Það er stöfnum illa í þér, við erum að skoða. Ok. Það heyrist ekkert voða vel í ykkur heldur. Sjá lengi bara. Halló. Prófað núna að tala þér. Ok, heyrið í mér? Já, ok, nú er þetta betra. Ok, ég ætla bara að beðast forláts, það virðist eitthvað að fara fram hjá mér að þessi fundartími, ég fekk ekki fundarboðið og svo bara ég er búin að vera, ég er í rauninni bara á hlaupi milli tveggja annarra funda akkurat núna, þannig að þetta er svona pínu slæmur tími, en mér skildist að þið vildu ræða einhver mál. Ég heiti Alexandra Brím, ég er Pírati, ég er formaður umhverfis- og skipulagsráðs núna meðan að Dóra Björt er í fæðingarorlofi. Ég hef svona 10 mínútur meðan ég er að hlaupa á annan fund og ég er rauninni bara heppinn að ég fekk lánaðan bíla þegar pabbi minn er í útlöndum. Annars gæti ég bara ekki gert þetta neitt. En hvað segið þið, hvaða mál það sem þið myndi vilja input frá mér á þessum ágæta íbúðarráðsfundi? Hér erum við með umferðaröryggi fótgangandi í Vogabyggð. Það er það væntanlega, já, Sæbrautin og þetta er hægt að byggja betur umferðaröryggi íbúa sem að þurfa að fara yfir hana til að komast inn í bara eins og Lágabólskerfi og almennt séð. Við erum að tala og þessi samskipti við það Vegagerðina og fleira. Þannig að þú kannski byrjar að, ertu til í kannski bara að fara eins yfir með okkur hvar þetta mál er statt? Já, bara það er núna í viðræðum milli borgarinnar og Vegagerðarinnar aðgerðir. Ég ætla að sjá, ég var með smá upplýsingarpóst þetta. Sem sagt, þau fékk frá Öskinu, umhverfis- og skipulagssviði. Þau eru sem sagt í samtali það fari aðgerðir á haustmánuðum, þarna á milli Sæbrautar og Skeiðarvogs. Það er að bæta gatnalýsingu, bæta lýsingu á gatnamótum, setja hraðahindranir og gangbrautir á hægri beygju framhjáhlaupin, hafa bara eina akrein fyrir vinstri beygju frá Kleppsmýrarveginn og Sæbraut, mögulega gangbrautarvarsla. Við höfum samt ekki, það er mínu vandamála því að hún er yfirleitt ekki hjá Öskinu heldur hjá skóla- og frístundasviði, en skóla- og frístundasviði er svolítið með svona gangbrautarvarsla er svar þegar þau eru ekki með skólaakstur, en ef þau eru með skólaakstur þá myndu yfirleitt ekki vera líka með gangbrautarvörslu. En það kemur alveg greina að skipta ef fólki hugnaðist það betur. Svo eru bara alls konar hugmyndir eins og mögulega hraðamyndavélar í samstarfi við Vegagerðina og lögregluna og svo það er verið að skoða að reisa göngubrú sem verið hreyfanleg en það er bara mjög flókin útfærsla en þetta er eitthvað sem við viljum mjög gjarnan gera. Ok, ég ætla að bjóða, en það sem þú nefndir satt með gangbrautarvörsluna og skólaaksturinn. Já.
Það sem að hér náttúrulega að ræða svolítið svona aðkallandi og öðruvísi aðstæður heldur en kannski væri þá annars staðar að hvort það sé mögulegt að það sé hægt að fara fram á bæði í þessu tilfelli, allavega þar til að aðrar aðgerðir eru komnar. Það er kannski mögulegt að skoða. Og alveg skoða ýmislegt en bara, þú veist, ef ég bið skóla- og frístundasviðið það þá eru þau bara væntanlega á því að þau séu alveg á horri minni með fjármagn í slíkar aðgerðir. En ég meina það má alveg skoða það en það bara, já, það er erfitt að finna peninga fyrir viðbótar aðgerðum akkurat núna. En meina, ég get alveg rætt það, en mér fannst fyrsta hljóðið ekki vera sennilegt. Ég ætla að bjóða Ríku og Vetu að skjastum á fundinum eða einhverjar spurningar sem þið viljið leggja fyrir og þið ykkur langar að taka og nýta tækifærið. Já, og hérna líka, er einhver fleiri? Ok, bara Hallur byrja það bara. Já, ég heyri að það er mjög stuttur tími hjá Alexandru, en mér langar að, sko, það er erfitt að hafa ekki langan formála á þessu, en ég ætla bara að sleppa því, ég er búin að vera að fengast í þessu nokkra mánuði. En þetta með myndavélarnar, sko, ég hef búin að eiga fund með Vegagerðinni núna síðast fyrir 10 dögum síðan eða svo og fékk svona þessar útlistanir á því sem er á döfunni en enga í raun og veru konkrétt tímaáætlun og það er það sem að náttúrulega er rosalega slæmt í þessari stöðu þegar svona krítískt mál er að ræða vegna þess að eins og Alexandra ábyggilega þekkir að þá er þetta mál sem kemur ekkert á óvart og þetta er búið að vera inn á teikningum og áætlunum síðan í raun og veru hugmyndasamkeppni 2012 en sko varðandi bara myndavélarnar það getur einhvern veginn engin svarað því nú er verið að sko borgin og Vegagerðin benda hvort á annað og eru nú farin að vinna í sameiningu en nú er komið þriðji aðilinn inn í þetta sem eru lögreglan þá sem að þarf að samþykkja þessar myndavélar hvernig stendur það mál og hvernig er þetta að sjá til þess að það lognist ekki út af? Það er bara eitthvað sem að þarf að halda á lífi í viðræðunum og þetta er því miður bara svo ég segi það, bara hluti af þeirri staðreynd að það er bara mjög erfitt þegar ákveðin verkefni eru mitt á milli ríkis og sveitarfélaga, til dæmis bara stofnvegir í þéttbýli. Það upplifir einhvern veginn aldrei neitt að hann beri heildarábyrgð á málinu. Allt sem að þarf að ákveða þarf að fara í gegnum eitthvað samráð og ef annar aðilinn heldur því ekki til streitu þá gerist ekki neitt og ef hinn aðilinn upplifir að, ef annar aðilinn upplifir að hinn aðilinn vilji það meira þá er hægt að reyna að halda út og vona að hinn aðilinn borgi þá, þetta er alls konar svona kjaftaði sko. Og bara ég er ekki vel inn í þessu samtali við Vegagerðina í þessu dæmi en bara mjög mikið af þessu snýst bara hvort fólk upplifir sig að hafa umboð, hvort að fólk upplifir sig að hafa fjármagn og hvernig, og bara hvar ábyrgð eigi að liggja og sérstaklega er það erfitt með svona hluti sem eru álitamál. Og báðir aðilar geta svona í sjálfu sér með einhverju rétti sagt að hinn aðilinn ætti nú að bera ábyrgð á því. Þetta er ekki, þú veist, gangbrautarvarsla eða hraðamyndavélar er ekki vel skilgreint atriði í svona framkvæmdum svona þegar kemur að þessu. Þannig að þetta er bara flókið og erfitt. Þannig að það sem við þurfum bara að gera er að halda áfram að tala við Vegagerðina og reyna að finna út úr þessu. Já, fyrir það er. Ég er bara með marghverfisins, erum við ekki komin í það? Nei, nú er bara að ræða Vogabygg og umferðarmálið þar. Það er ekki það. Ok, Þórunn? Já, en ein svona spurning varðandi nú á náttúrulega að setja þetta Sæbrautina í stopp. Hefur ekki komið til tals þá að hraða því verkefni? Ég meina það er bara í fullum undirbúningi. Ég veit ekki hvernig það myndi líta út ef það væri á meiri hraða. Nei, en er komið tímaáætlun? Ekki nákvæm, en jú, það eru komin svona, ég er ekki með hann í kollinum, en það er alveg komin svona einhver viðmið. En svo það er þá bara verið að útkljá sum atriði bara í hönnuninni á þessu og svona sem er ennþá verið að ræða. En það er alveg komin svona ákveðin tímarammi, ég man ekki alveg, ég þori ekki að fara með orðtöl hérna akkurat núna, en það er alveg áætlun sko, en hún er bara ekki þannig að hún sé orðin nógu tilbúin til að maður vilja gefa hana út og skapa þá væntingar sem er þá kannski ekki hægt að standa við.
Hvað er hún eina? Það var ein þá spurning það, þú sagði þarna færanlega göngubrú, hversu raunhæft er það og hversu hratt geti verið farið í slíkt? Það er spurning, þess vegna erum við í viðræðum það. Ég var búinn að biðja að þeir skoða hvort að við getum gert það bara okkar megin á meðan við erum að bíða og það virðist ekki ganga upp, það bara er ekki til, bara við erum ekki með aðgang að landi fyrir það og bara hönnunin á því væri of flókin og það er alltaf vandamál og hún væri að flækjast fyrir framkvæmdum vegagerðarinnar á einhverjum tímakafla. Þannig að það virðist vera að við þurfum að finna út úr því saman, það er ekki útilokað, en það þarf að lenda því einhvern veginn saman og svo er líka bara, það er samt, jafnvel þó að við séum að tala tímabundna færanlega göngubrú, þá er hún samt eitthvað sem er á vikum eða mánuðum en ekki dögum að gerast. Þannig að þetta er bara eitthvað annað sem við þurfum að finna út úr með vegagerðinni, það er bara hvar ætti hún að vera og með hvaða hættu, hvenær ætti að færa hana og eitthvað blað sko, en þetta er eitthvað sem ég er búinn að vera að ýta svolítið eftir umhverfisskipulagssviði að finna út úr, því að augljóslega þá er þetta ekki nógu góð aðstaða þarna og ég er að koma þarna niður eftir og skoða þetta með fólki og þetta er náttúrulega bara ekki gott sko, en já, það er bara þetta, það þarf að finna stað, það þarf að tímastetta hana með tilliti til framkvæmdana og það þarf að bara finna út í því hvort það sé til yfir höfuð slík lausn sem við erum að leita og þá bara með hvar við getum fengið hana og á hvaða tímaramma. Þannig að við súmurum upp, þannig að þær lausnir sem eru gerlegar núna á næstunni, það er þetta, þú veist, og getur hendið fram til okkur aftur? Já, það eru þessar svona almennu umferðaröryggisaðgerðir á þessum gatnamótum sem eru alveg sennilegar en við náum inn einhvern tímann í haust. Það er þetta með lýsing á gatnamótum, það eru hraðahindranir og gangbrautir á hægri beygjunum og fækka akrinum sem við erum með beygjum á og eitthvað svoleiðis. Ég er ennþá að reyna að finna út úr þessu með gangbrautarvörsluna, en eins og ég segi, það er ekki mikið af peningum í það og eins og ég segi, skóla- og frístundasvið virðist vera á því að ef þar sem þau greiða fyrir gangbrautarvörslu þá greiða þau ekki fyrir skólaakstur og öfugt. Þannig að ég myndi þurfa að finna eitthvað auka fjármagn ef þetta færi það og bara svo að það sé sagt, það er bara ekki á lausu sko. Ég er búinn að reyna það fyrir sum lítil verkefni og það er bara við bara erum ekki með auka fjármagn. Bara þannig er það er bara mjög erfitt. En já, þannig að fyrst og fremst er þetta samtal við vegagerðina og að finna út úr bara hvernig við lendum þessu. En já, ég vil ekki útiloka þetta með gangbrautarvörsluna en það er bara, það virðist vera allavega að það sé ekki eitthvað just do it sko. En útvíkkun á skólaakstri, hefur skólafrístundasvið verið eitthvað tilbúið til að skoða það? Það er náttúrulega börn sem búa þarna sem að ganga í fleiri skóla heldur en bara Vogaskóla. Þannig að þau fara alveg í Langholtsskóla og Laugalækjarskóla og Laugarnesskóla, skils mér. Ég bara er ekki alveg með það á hreinu, mér skilst að tölurnar séu samt frekar þannig að það er svona frekar mikil slagsíða á einn ákveðin skóla þarna. En þannig að spurning hvað það myndi borga sig, en jú, það má örugglega skoða það, en það er náttúrulega bara líka kostnaður, en jú, það hlýtur að mega skoða það. Ég veit það ekki. Allir færi þetta einu spurningu viðbót og svo klárum við þennan lið. Yes. Já, eina stuttu spurningu viðbót. Hver ætlar að bera ábyrgð á því að reka þetta mál áfram? Því að það sem að ég er náttúrulega allra hræddastur að þetta bara sofni og lognist út af og ekkert gerist. Meina, hvað segir maður? Við erum auðvitað að bera ábyrgð á því okkar megin, en þetta verður að gerast í samtali við vegagerðina. Ég get ekki, ég ætla ekki að vera persónulega ábyrg á því ef það gerist eitthvað þarna, skilurðu, sem að ég vil alveg vinna því að koma í veg fyrir, en það bara, samtalið næst ekki og það er bara, þetta er á tveimur mismunandi stjórnsýslustigum. Það bara, auðvitað erum við að ýta eftir þessu, en eins og segi, ég ætla ekki að taka mér eitthvað fullnaðar ábyrgð á að þetta gerist. En það er sérst unnið alveg eins og hægt í þessu máli. Algjörlega. Að finna lausnir sem hægt að fara í. Algjörlega. Þau eru mjög leið á að hlusta á mig biðja hvað sé í gangi með þetta, bara svo það sé sagt. Já, en við erum rosalega ánægð með að þú sést alltaf að spyrja það, þannig að bara svo það sé sagt. Þannig að þá einhver sé byrjar þá er aðrir kátir, sattari. Jú, alveg rétt og meina það þarf að finna út úr þessu. Þetta er bara,
ótrúlega líka, og svo ég bara ítrykki það, bara svo mikill styrðleiki og það er ekki einu sinni af því að Vegagerðin vilji ekki vel. Það er bara að, þetta er bara tveir hausar að hugsa sér hvort hlutin. Má ég senda þið svar frá Vegagerðinni sem þau sendu til samgöngunefndar Alþingis, þar sem að þau benda svona tímabundina frá því í sumar? Ég meina, ég veit að þau gera það og það er bæði óþolandi en líka vissuleyti skiljanlegt. Það er bara þetta að fólk upplifir ekki eignarhald á ákvörðunni og það þarf að ákvarða allt saman. En þú mátt endilega senda mér það. Já, ég skal láta það fara netfólt. Það ok, þá bara takk fyrir þetta Alexandra og takk fyrir að gefa þér tíma til að tróðast hérna inn í okkur. Ekki málið og bara sorry ég kom seint og gangi ykkur vel. Takk, bless. Bless. Ok. Við vorum með drauga þetta hér. Voru þið hérna í ráðuneytinu á skoðana? Lauslega, sko. Ég skal bara lesa hana yfirsnöggvast. Íbúaráð þakkar formanni umhverfis- og skipulagsráðs fyrir komuna og umræðan umferðaröryggi íbúa í Vogabyggð. Ráðið var með bókun á síðasta fundi þar sem lögð var áhersla á hversu aðkallandi það sé að koma þessu máli með lag sem allra fyrst í samvinnu við Vegagerðina og lögregluna. Líf og öryggi barna sem og fullorðinna liggur hér við. Kallað er eftir samskiptum aðgerðum þeirra opinberra aðila sem úrlausnina varðar. Þvert á svið og stjórnsýslustofnanir. Við leggjum áherslu á að þörf á skjótu viðbragði til að bregðast við þeirri stöðu sem hefði átt að vera allri stjórnsýslu fyrirsjáanleg. Til ég að vera saman í þessari? Okay. Já. Þá er næst, ég er þetta, glemdi því áðan með lið 7 með Römpum Ísland, var það ekki? Við vorum með smá bókun þar líka, má ég lesa nefnuna? Íbúar á Laugardals þakkar Römpum upp Ísland hjartanlega fyrir átak sitt og hefur stafnað saman nokkur tillögum hugmyndum og útbótum í þessum málaflokki. Mikilvægt er að tryggja aðgengi fyrir öll í samfélaginu, að við öll komumst án óþarfra hindrana og ef hindranir eru til staðar að vera útsjónarsöm og finna þeim lausnir eða leiðir til að tryggja aðgengi. Ok, þá er það að hleypa honum, Kristín það ekki? Já, hann ætlar að fara aðeins yfir okkur ræða okkur ferðamiðstöð Norður, það heitir ekki það núna? Norðurmiðstöð. Ég lefði mér með þessu breytingum, Norður, Austur, Suður, það segir mér ekki neitt. Jú, Sælverið Kristur Einarsson heiti ég með framkvæmdastjóri Norðurmiðstöð sem að hét áður þjónustusmiðstöð Laugardals og Háaleitis og er staðsett í Efstaleiti 1. Ég ætlaði að renna yfir nokkrar glærur. Verður það að ég fengi max 20 mínútur. Skal bara rumpa þessu af. Á slideshowið. En ég tók við þessu starfi hérna núna í lok síðasta árs. Og hefur verið að sjálfsög bara koma mér inn í það sem að snýra þessu öllu saman fyrir þessu hverfi. Það er sýningin ekki að fara á. Þannig kemur þetta. Þannig að hún máttu bara að það er hann eitthvað bók á svo fjallega. Þannig að þú verður bara á takkanum. Þannig að sjáum við þá áramótin var farið í ákveðnar breytingar á skipulagi þessara miðstöða, borgarmiðstöða eða hverfamiðstöð í hvaða notum, hvað heitir við notum. Þetta er rauninni þá 4 miðstöðar sem að heita í höfuðáttunum. Þannig að áramótin var austur miðstöð til samvinað úr þjónustumiðstöð Grafarvogs og síðan Árbæjar. Vesturmiðstöðin er síðan miðborg var Hlíðar, Vesturbærin, Norðurmiðstöðin er Laugardal, Háaleiti, Bústaðahverfi og síðan Suðurmiðstöð sem er Breiðholti. Og þetta eru íbúafjöldunar, íbúafjöldur sem er þarna undir og við aðstu 1. desember 2021. Þannig að það er bara næsta heimir. Þetta er náttúrulega fara aðeins til upplýsinga að sjá hvernig líffræðin er í þessum 5 hverfum, bláu súlurnar sýna sérst á Laugardal og þess að sýningul Háaleiti og Bústaðahverfi.
næstu strax til að bara aðeins, þetta sama mynd, þetta sömu tölur en bara önnur framsetning og þá sjáum við að íbúa samsetning Laugardalsar, það tölur fleiri íbúar hér á aldrinum 30 til 40 eða 50 ára til Laugardal versus Háaleiti. Þetta tölur sem eru hérna frá 1. desember 2021. Næsta bara þá tafla sem sýnir þá hér að þetta hlutfall karla og kvenna í þessum íbúum er bara 50-50. Hlutfall íbúa hérna hverfis að heilda fjölda íbúa Reykjavíkur er þá 21%. Hlutfall barna nú til 15 ára í hverfa fjölda barna þeim aldri Reykjavíkur er 26. Hlutfall íbúa 67 ára eldri í hverfa fjölda íbúa er 31. Síðan að þá hlutfall íbúa 90 ára eldri í hverfum er þá, sé ekki fyrir myndinni, aðeins sem er Ég gerði það ekki. Nei. 47. Þannig að hlutfall eldri borgara í þessum hverfum er töluvert meira heldur en í öðrum hverfum borgarinnar. Og þeir sem eru með erlent ríkisfang eru þá 20%. Þannig að þá tökum við bara næstu glærum. Þetta er þá skipurit velferðarsviðs. En starfsemi þessara miðstöðva þegar voru settar á hérna fyrir nokkuð mörgum árum og fyrst og fremst velferðarþjónusta sem voru að veita út í hverfunum. Þannig að þetta er þá sýnir skipurit velferðarsviðs og þarna erum við með þessar 4 miðstöðvar, austur, suður, norður og vestur og síðan var sett á laggirnar áramótin sérstök rafræn miðstöð sem er að sinna rafrænni þjónustu við íbúa borgarinnar og síðan það sem með grænu til hliðar eru þá skrifstofurnar sem eru niður í Borgartúni mestu leyti nema skrifstofa eða öldrunarmálin eru staðsett hjá okkur upp í norðurmiðstöð. Þá eru næsta mynd sem að sýnir þá er skipurit hverja miðstöða og það sem verið að samræma þjónusta eins og hægt er. Þannig að inn á hverju miðstöð eru 4 deildir. Það er deild fyrir fatlaða, það er deild fyrir börn og fjölskyldur, það er deild virkni og ráðgjafar og síðan er heimaþjónusta og heimahjúkrun. Þarna undir börn og fjölskyldu er síðan þetta verkefni okkar Betri borg fyrir börn sem er verið að vinna í samstarfi við skóla og frístundasvið og áramótin urðast þá breytingar að inn okkur miðstöð er komið starfsmenn frá skóla og frístundasvið sem er að vinna þá að þessu verkefni. Síðan það sem er þannig til þá vinstri hérna frá okkur séð eru verkefni sem eru annað miðlægt eða úti á miðstöðunum og við fáum hérna næstu mynd bara. Þá var teimi þessum barna sem er staðsett miðlægt. Vorteimið er í vesturmiðstöð, keðjan er miðlægt, alþjóða teimið er í suðvestöð, virknihúsið er miðlægt og öldrunarráðgjafinn er staðsett í norðurmiðstöð. Þannig að næsta markmiðið er náttúrulega bara aðgengileg þjónusta, markmið þjónustu með samþættingu verkefnum og náum í samvinnu ólíka fagstétta og síðan að efla félagsfræði í hverfunum, samstarf íbúa, frjálsfélagasamtök, grasrótarstarfsemi og aðra starfsemi í hverfunum. Það var þannig allavega í upphafi smá sögurskýringa þegar að þjónustumiðstofan var settar á laggirnar þá útvegaði og tómstundaráð eitt stöðugildi inn í þjónustumiðstöðvar sem höfðu þetta hlutverk að sinna þess. Og þá var ég nú akkurat frá starfsmaður í þjónustusmiðstöð Árbæjar 2008 og var þá í TR maður í þarna inni. Næsta það er breytingar sem voru gerðar síðustu áramót tókum við af stefnu velferðarstefnunni sem er með þessa stefnumarkandi áherslur. Engin tvö eins, málað aðgengileiki, þjónustu, lýðræði og skilvirkni, virðingu, umhyggja, frumkvæði, forvarnir, samtalssamráð og fagmennska og framsýni. Og þannig að út frá þessum punktum að fara í þessar breytingar síðastliðin áramót, þannig að það var verið að endurskoða skipulagið með nótundum með forgrunni, það hefur verið að skilgreina þessa heilda þjónustu, hjálparþjónustuna, samræma þjónustu á milli, það er einstaklingsmiðið nálgun, árverningar og fjölbreytni þörfum fólks, það er yngir eins.
efla notkun stafrænna lausna og svo þekkingadrifin vinnustaðarmenning, þannig að fjölbreytta fagþekkingu inn á hverju miðstöð. Næsta bara, ef ég aðeins renni yfir þessar deildir, þá var deild fatlaðra fullorðinna, það þessi deildarstjóri, næsti vinnaður þeirra ráðgjöf sem þar starfa og þá forstöðumanna þeirra íbúðakjarna samfélag sem að tilheyra þessari miðstöð. Áður fyrir tilheyru þeir beint undir framkvæmdastjóra. Málefni fatlaðra barna færist þá í deild barna- og fjölskyldumála og færist og það þá vera að vinna að innleiðingu á grundvelli nýrra reglna stoð- og stuðningsþjónustu sem var samþykkt í byrjun árs og síðan þá út frá hugmyndaræði á grundvelli laga nr. 38/2018 sameiningu um réttindi fatlaðra. Næsta, svo barna og fjölskyldur, þannig eru þá öll mál barna og fjölskyldna undir einum hatti, það ekki verið að aðskilja fatlaðra frá. Hluti af stöðugildum sem að tilheyra skólaþjónustu færðust yfir til skóla- og frístundasviðs og eru þá í þessu verkefni betri borg fyrir börn. Deildarstjórinn á yfirmaður félagsáðgjafa, þroskahjálpa og sálfræðinga og svo stórt verkefni náttúrulega að innleiða þessa samþættu þjónustu þá farsældar barna. Þannig að það mikil áherslu á málefni fatlaðra langveikra barna inn á okkar miðstöð og við erum leiðandi skipulagi hvað varðar þjónustu fyrir þennan hóp. Næsta, svo var virkni að ráðgjöf. Þar fór starfsfólk þjónustuskálans undir þessa deild, voru áður undir deildarstjóra fjármála. Þarna erum við að veita þessa félagslega þjónustu sem margir þekkja og hvetja einstaklinga til náms, atvinnu og virkni og þarna mikið samstarf við virknihús, alþjóðateymi og svo ráðgjafateymi rafrænnar þjónustumiðstöðvar. Mikil áhersla á gæðaferli og árangursmat. Bara næsta. Ávinningur af þessu að samræma skipulega á milli miðstöðvanna, þekkingadrifin vinnustaðarmenning, aukin sérfræðiþekking í málaflokkunum og sértækt teymi. Það áhersla á teymisstjórnun, mikil teymisvinna og aukið svigrúm til að stuðla framþróun í breytingu. Næsta bara, síðan erum við með teymi sem hefur staðsett hjá okkur sem að vinna þvert á miðstöðina. Það sem fyrsta lagi vettvangsgeðteymi sem að sinna einstaklingum með geðfatlanir sem búa í og eða fá stuðning frá íbúðakjarnum á vegum sviðsins og þurfa tímabundið þverfaglega á einstaklinga þjónustu og það í samstarfi geðsviðsins. Síðan erum við fíkniteymi, fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við notendur í samanburði heimaþjónustu og síðan erum við með viðbragðsteymi heimaþjónustu sem að styðja fólk við heimilishald og vinna gegn félagslegri einangrun meðal annars og hjálpa þeim að koma undir sig bótum og það svona eitt og annað sem að þetta teymi þarf að takast á við, henda að þrífa flokka hluti, jafnvel hitta og setja við myndina leiðbeiningar fyrir íbúa og svo ná að fólk vera í samfélagi. Næsta. Þannig að þetta svo velferðarþjónusta sem verið að veita þá inn á miðstöðunum, það sem börn og fjölskyldur sem stuðningur vegna félagslegra aðstæðna, álags, veikindi, fötlun og þátta. Þar við að bjóða þessi á námskeið, fræðslu og einstaklingsstuðning og uppeldisráðgjöf. Það heimastuðningur og heimahjúkrun samþætt sem markviss stuðningur sem fólk getur búið sem lengst á eigin heimili. Þjónusta veitt í námi samstarfi við notendur, búsetuúrræði, stoðþjónusta og stuðningur fyrir fatlaða, virkni og ráðgjöf. Svo deild eldri eða öldrunarráðgjöfin sem staðsett hjá okkur og að vinna með félagsmiðstöðvarnar og þjónustu íbúðir sem aðeins betur inn á það á eftir. Næsta. Fyrir þá sem að vilja kynna sér nánar velferðarþjónustunum sem hefur verið að veita í borginni þá þarna inn á þessari slóð velferð.reykjavík.is þetta nálgast ýmsar tölulegar upplýsingar sem lítur að allir þessum liðum sem þarna kaldur upp sem geta fara að lesa þetta kannski orð fyrir orð en þetta meira sett fram til upplýsingar fyrir þá sem vilja kynna sér þessa tölfræði sem að þarna og það þetta þá að sjá þetta alveg eftir hverjum. Næsta. Þannig að sjáum við svona cirka afmörkun á hverfinu og norðurmiðstöðin þarna staðsett í Efstaleiti. Smellir á, þá þetta aðeins til að sýna gerist. Það smellir á hérna.
Bara í því þannig kemur þetta að sjáum fyrst þá þjónustíbúðina sem eru undir hjá okkur sem er í Furugerði, Dalbraut og Norðurbrú og í sumar þá var smá breyting þannig að allar þjónustíbúðar fyrir Seljahlíð eru núna undir aldunar ráðgjöfinni hjá okkur í Norðurmiðstöð, þannig að Lindagata og Lönguhlíð eins og líka og það eru samtals 304 íbúðir sem að þessar þjónustíbúðir eru með. Þannig að aftur þá sjáum við búsetukjarna sem að tilheyra okkar miðstöð, þannig að búsetukjarna með heimili fyrir kjarna alltaf fólk, smetla. Þarna er samtækt heim- og stuðningsþjónusta og samtækt heimaþjónusta heim- og hjúkrunarstéttur í Hversaleiti og í Hátúni, smetla. Og þetta eru þá íbúðakjarnar heimili fyrir fólk með þroskaskerðingar, skildaraskanir. Þannig að þetta er mikið af starfsstöðum sem að tilheyra Norðurmiðstöð. Já, svo náttúrulega félagsmiðstöðvarnar sem eru í Hæðagarði, Hversaleiti og í Dalbraut. Það er líka verið að sinna félagsstarfi í þjónustu íbúðunum. Næstan. Síðan er þessi sem var í rauninni í tíðastarfskoðanum sem minnst á þetta með verkefnastjóri félagsins og frístunda eða forvarna sem er að sinna þessum verkefnum sem lýtur að eflingu félagsauðs, notendasamráði og öðru slíku. Það líka með Hörður Sturluson sem nú að sinna þessu starfi núna í forföllum Helga Margrétar, en hann er jafnframt forstöðumaður yfir félagsmiðstöðvarnum í Hæðagarði og Hversaleiti. Helga Margrét er jafnframt svona annar starfsmaður íbúðaráðanna og með þessu teymi. Þannig að þetta lítur að það ná þessari tengingu við hverfin, þarna eru samskipti við íþróttafélögin, kirkjuna og bara alla þá sem eru að standa að einhverju starfi. Velkomnu verkefni til dæmis nefni þarna það sem verið að bjóða þarna miðbrunna velkomin í skólana, það verið að miðla styrkjusýningu hvað í boði og svo mikil áherslu á forvarnir og heilsueflingu, síðan stuðningu við foreldrasamstarf og foreldraþorpið sem er mjög virkt í þessum hverfum og er bara mjög hægt að lofa það starf allt saman. Og svo náttúrulega er það hverfa hátíðirnar og heilsueflingarverkefni. Já, bara næsta. Þannig að þá ætla ég núna örstutt að renna yfir þetta verkefni betri borg fyrir börn. Þessar glærur sem að núna koma eru unnar af Hákoni Sigursteinssyni sem er formaður verkefnisstjórnar Farsæld barna, þannig að nú máttu fara að smella. Og tilgangur þessa verkefnis er að skipuleggja þjónustu borgarna til barna og fjölskyldur þeirra, þannig að hún nái enn betur að mæta þörfum þeirra. Það styðji til farsældar samhæfis og kostur í skóla, frístund og velferðarþjónustu í borgarhlutanum og auka þverfaglega samvinnu sem er heilbrigðisþjónusta. Það var sem sagt markmiðið með því að fá starfsfólk SFS líka inn á miðstöðvarnar að þétta það samstarf í þessu verkefni. Þetta er heildtæk þjónusta með heildarþjónustu leikskóla, grunnskóla, heimila að leiðarljósi. Þannig að styrkja samlegð og samfellu skóla, félagsmiðstöðvar og frístundaheimila, þjónusta stuðla samstarf á leiðarljósum gæðum, starfi með börnum og leikskóla. Það er tilgangur verkefnisins næsta. Einnig að auka dreifstýringu í leik- og grunnskólastarfi, þannig að hún verið áfengi sem nú er í frístundastarfinu frá stjórnendur leik- og grunnskóla finni fyrir með nálega fyrir stjórnendum og ráðgjöf. Það er bara verið að reyna að þétta samstarfið á milli allra þessa aðila til að auka þjónustu fyrir börn og fjölskyldur. Næsta. Já, aðeins örstutt var til lögin. Þessi leiðarljósnir laga. Meginmarkmiðið er að börn og foreldrar sem þurfa að halda hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Og allir sem bera ábyrgð samkvæmt lögum þessum skulu, og nú máttu bara smella á, þá feitleit að stefna þessu áherslu þættir fylgjast með velferð og farsæld barna og foreldrar og meta þörf fyrir þjónustu. Bregðast við þörf barna og foreldra fyrir þjónustu skilvirkan hátt og leið og hann vaknar og eiga saman að sína milli markmið þjónustus í samfellt og samþættu og velferð og farsæld barna og foreldra. Næsta.
Aðra mikilvæga breytur, þessi nefndtæki stuðningur og vettvangi barna og fjölskyldna, það stigskipt þjónusta innan og milli þjónustiga. Það verið að skipa tengiliðir á fyrsta stigi þjónustunnar, beiðni og samþykki foreldra fyrir samþættingu og það skipað málstjórar og öðru og þriðja stigi þjónustunnar til að halda þessu utan mál og það styrkur eða fæst fjármagn frá ríkinu eða barnamálaráðherra sem á þetta þessi lög eða þetta frumvarp að lögum varðandi það að málstjóra. Það búið að hver miðstöð að það búið með einn málstjóra núna og það var verið að auglýsa eftir öðrum núna bara fyrir ekki svo löngu síðan. Síðan verið að koma á stuðningsteymum eða lausnateymum líka inn í hverjum skóla þannig að það sé hægt að grípa þau mál sem að koma fyrr heldur en kannski hefur verið gert og með aðkomu fleiri aðila. Samþykktar tillögur tengt þessu verkefni þá voru eftirfarandi verkefni skólaþjónustu sem var sýnt að velferðarsviði og færðust yfir í nýja skóla og frístundaþjónustu. Það var kennslu og sérkennslur ráðgjöf þjónustu talmeinafræðinga, farteymi volandi dagkennslu. Þannig að þetta svona helstu verkefni, það skóla og frístundaþjónustunnar, það skipulegging stjórnun, skóla og frístundastarf, stuðningur stjórnendur, dagkennslan, ráðgjöf almenna starfs- og kennsluhætti, ráðgjöf meðal einstaklingsmála, félagsauðs, kennslu og sérkennslur, ráðgjöf, haunaráðgjöf, talmeinafræðinga og farteymi. Það voru ráðnir sérstakir fagstjórar bæði í leik- og grunnskóla inn á hverja miðstöð sem eru að halda þessu og eru þá núna stuðningur við skólastjóra í hverjum og maður hefur alveg heyrt frá þeim að það þeir finna mikil mun á því að þeirra næstu yfirmenn eru komnir í rauninni nær þeim og eftir að ná þjónustu á þeim næsta bara. Þannig að samþætting þjónustunnar, skóla- og frístundaþjónustu, borgar- og hluta- og velferðarþjónustu miðstöð væri samþætt til að þjónustan nýtist sem best bundna á fjölskyldu þeirra og starfseiningu. Þannig að deild barna og fjölskyldna sem á velferðarsviði kemur þá að þessu samstarfi og ætlað að veita heildstæða og samþætta þjónustu til barna og fjölskyldna. Þessi lög samþætting þjónustan þá farsætta barna verða leiðarljós í skipulaginu. Þannig að þarna eru við með félagsráðgjöf og þroskaþjálfa og sálfræðingar starfandi. Þetta svona smá skýringarmynd á þessari þjónustu sem að veita eftir þessi deildum. Kassin sýnir rauninni þá þjónustu sem við verðum að veita, félagsráðgjöf, haunaráðgjöf, kennslu- og sérkennsluraráðgjöf, sálfræðiráðgjöf, talmeinar, þroskaþjálfa, svo farteymin og svo þarna vinstra megin hver verkefni barna og fjölskyldu eru, svo hægra megin hver verkefni skóla og frístundaþjónustunnar skipta lesa þetta og bara svella. Svona kannski bara til að sýna hvernig þetta að koma saman, þá blái kassin skóla- og frístundaþjónusta sem þá komin inn á miðstöðvarnar, það leikskóla hlutin, grunnskóla hlutin og frístunda hlutin. Og síðan þarna stoðþjónusta, mannauður og fjármál, þannig að það komi líka starfsmenn frá miðlægri skrifstofu skóla- og frístundasviðs inn á miðstöðvarnar sem eru til stuðnings varðandi mannauðs og fjármál. Og síðan eru þarna í græna kassanum velferðarþjónustan og þessar deildir, 4 deildir sem að þarna eru og allir 3 kassar eða ringir skóla- og frístundaþjónustunnar og börn og fjölskyldunar koma síðan þá að þessu verkefni sem betri borg fyrir börn og mynda þarna verkefnastjórn þetta verkefni inn á hverju miðstöð. Það máttu bara smella. Þetta þá grunnskólaþjónustan. Þar skólateymi ráðgefandi við 12 grunnskóla í Laugardal og Háaleiti, Ásatrúarskóla, Klettaskóla og Valdórsskóla. Ráðgjafarnir eru tengiliðir ákveðnum skóla og berast allar fyrirspurnir frá skóla til tengiliða og svo síðan sinna ráðgjafarnir ráðgjöf og stuðningi í skólanum í málum. Þarna eru með 4.000 nemendur og 750 það bara næstan. Það þá leikskóla deildin, það þetta 18 ráðgefandi fyrir 18 leikskóla í Laugardal og Háaleiti og hérna eru við með 14.600 starfsmenn og í þessu teymi eru 6 starfsmenn. Síðan það þá frístundamiðstöðin Kringlumýri sem kom þá líka inn á til okkar í Norðurmiðstöð sem ábyrgð allir frístundaþjónustu í Laugardal í þessu hverfi.
rekur 8 frístundaheimili, þjónusta 1100 börn aldrei 69 ára og rekur 5 almennar félagsmiðstöðvar við unglingaskóla hverfuna, 2100 börn og unglinga aldrei 10–15 ára ásamt sérstakri félagsmiðstöð fyrir börn með fötlun vestan 11 ára. Smerla þetta þá inni bara sambærileg mynd á það að sýnum hvar bara skólar og frístundaheimilin eru staðsett. Þú mátt bara smetla á hlutverk frístundaheimilistöða sem þekking allavega hjá okkur Kringlumýri að þekkingarmiðstöð í frístundastarfi fyrir fötluð og unglinga og rekur frístundaheimili félagsmiðstöð fyrir börn og unglinga. Þannig að hjá Kringlumýri eru 410 starfsmenn í 137 stöðugildum og 17 starfsstöðum. Þá máttu bara smetla bara stutt varðandi þáttökuna þá í félagsmiðstöðvar með hún 45–79% á frístundaheimilum með þátttöku 90–100 í 1. til 2. bekk og 60–80% í 3. bekk og 40–60% í 4. bekk. Rektorskóla er þátttöka 90–80%. Þannig að bara í norðurmiðstöðum þá í heild á velferðarsviði eru starfsstaðar 29, það sem rúmlega 700 stöðugildi 550 og skólafrístundarsviði eru þá 15 grunnskólar, 18 leikskólar, 8 frístundaheimili og 5 félagsmiðstöðvar og 17 starfsmenn. Þannig að þetta heilmikið batterí sem með aðsetur í norðurmiðstöð eftirleiti 1 og þá að þjónusta þessi tökverði skóla og velferðar skóla frístundar. Þannig að þá held ég að þetta hafi verið síðasta glæran, þannig að ef það einhverjar spurningar var ég ekki alveg á tíma. Bara takk kærlega fyrir. Ég hef eina spurningu. Seljahlíð, fór hún ekki undir? Nei, er hún bara orðin að hjúkrunarheimili og Það hluti að Seljahlíð Já, akkurat. Það voru einhverjar þjónustíbúðir þar. Já, það eru nokkrar þjónustíbúðir. Það var okkur að bíða. Já. Takk fyrir það. Einhverjar spurningar frá ykkur? Já. Það var fallegt orð foreldraþorp. Já. Hvaða hugmynd það? Það samstarf foreldrafélaganna í öllum grunnskólum í hverfum sem eru, það má segja, reyna að leggja línunar í bara forvarnarstarfi hverfanna og bara í fræðslu til foreldra og svo framvegis. Núna til dæmis í gangi byrjaði hér meira í Laugardalnum varðandi orðræðu bara hvernig unglingar eða ungt fólk að tala sín á milli og var orðið svona áberandi slæmt. Og mikil enska. Og þannig að það er verið að vinna með það. Með eitt dæmi út í vistatími aðeins. Traustri stjórn. Já, og svo er það að koma inn í það líka núna. Þannig að það hefur verið allavega vakið alveg eftir þetta. Það var rítið búið að. Spyrir því að sambærilegt foreldri þá kannski við leikskóla eða? Nei, bara í grunnskóla. Það er bara verið. Ok. Er ykkur fleiri spurningar? Ég alls saman foreldrar. Einn spurning bara að þau komið fram í byrjun að það var tiltölulega lágt hlutfall af fólki með erlendan bakgrunn, erlend ríkisfang í þessu hverfi. En vonandi breytist það og kannski ekki fyrir góðar ástæður alltaf. Það myndi falla þjónustafurinn ef það væri málaflokkur, það myndi það falla undir ykkar. Já, að hlutfall. Það var stofnað alþjóða heimi sem upp í Suðurmiðstöð og Samaram móttaka fyrir Tótmorg og í gerður samningu við ríkið þess fjölda sem það sinn það þessi sprungið með fólk og gett ráðfyrir. Það svona, já, við erum allavega að finna vel fyrir því hjá okkur og það bara fólk að koma beint til okkar. Það var í einhverju húsnæði hér síðumóla og 60 flóttamenn þangað inn og það rauninni bara að koma beint til okkar. Það orðið mjög svona þung
getur bara sagt þjónustan sem að við erum að veita eða já, að verða fyrir, það fjölgar bara dag frá degi þeir sem að leita til okkar eftir aðstoð. Það hérna síðan velkomin í hverfið. Það er tilheyrir þá Suðurnesjum. Það er í hverju miðstöð, Já. þannig að það var verkefni sem að Helga og Hörður sinna og þeir starfsmenn sem að eru að sinna spilasöðsverkefni, þannig að þegar að kemur barn að öllum í skólan þá þau kölluð til að þau eru bara tilbúin pakkan og þau eru bara að upplýsa hvað er í boði og við erum svona að skoða að útfæra hjá okkur eins og þeir gerðu í Breiðholti að þeir hafa bara aðstoða sem börnin bara og ná víður og leikmættir þessum bara inn á æfingar eða í tónlistastarfi. Þetta vonandi náum einhvern veginn að útfæra það líka fyrir líka. Ok. Ég held að það sé þá bara komið. Takk kærlega fyrir þessa mjög yfirgripsmiklu og góðu kynningu. Þarna bara hún sé alls mikið bara ekki veit rátt. Áður en við förum yfir í næsta leið ætla ég að ítreka það að ráði þetta að hitta þetta tæknilega við erum þá ánægð með það að skóla Hrísráð hafi tekið ákvörðun í skólana. Þannig ég ætla bara að bjóða þau að koma upp og það að við viljum. En þá held ég þessi bara komin að fara þá yfir í málefni hverfisins og já, ég reyni þá er ég bara að kalla eftir það ekki að þau sem eru hér mega reyni koma með. Jú, og sennilega fara það yfir líka. Við sem vorum búin að senda í tölvupósti, já. Ég var búin að tína saman nefnilega með ég að læra rosa mikið jafnóðum. Ég vona allir sýnir mér skilning og tillit sem við með það. Og það sem við vorum búin að fá var umræða smávísinn og það var já þú ætlaðir að biðja með íbúðarráði og þetta skýrir reglum að þetta lýðræðis. Já, við ætlum ekki að taka það. Nei. Og svo vorum við aðbúnað við leik- og grunnskóla Sólstafi og almenningsgarður það í Túnin. Já, svo var Sunnutorg sem komið. Þannig að eru einhverjum með annað en það sem ég taldi upp? Ok, ef við þá ekki bara byrja á, við ætlum að gefa þessu leik 10 mínútur. Við þurfum að klára, við þurfum að loka fundina því við þurfum að vera með 2 mál bara lokað. Við ætlum að hafa cirka 20 mínútur. 20 mínútur í þetta. Ok, frábært. 20 mínútur. Byrjum á smáhísunum. Þannig að það var, hver var með það? Og þú? Ég bara með smáhísun, þetta var sem tekið fyrir að fundnúmer 5 hjá okkur árið 2020. Sem 30 manns mættu hérna til að fá upplýsingar bæði verkefni og framkvæmdina. Þá var þessi örkynning frá vorteyminu sem var vægast sagt hræðileg og fólk satt upp með fleiri spurningar heldur en það kom með inn á fundinn. Og fólkmaðurinn sem var þá tók að sér að afla upplýsingar þessu spurningar og María, minnir mann að tók að sér reyna að afla til fundar með borgarstjóra Reykjavíkurborg til að fá upplýsingafund. Hvorugt hefur skilað sér. Hins vegar hefur skilað sér formlega athugasemd frá Reykjavíkurborg að þau talið sér ekki þörf á því að upplýsa íbúa hvað er að gerast í hverjum. Ok, ég ætla að fá að bregðast á aðeins við þessu, að íbúar spilastyrlum og þau svör sem ég fæ að já, þetta var auglýst, það er rétt, það kemur fyrir áfundi og svo frá með. Og ég get ekkert með til það hversu góður upplýsingafundurinn var frá vorteyminu, sem ég sá þetta ekki, en ég ætla ekki að hafa skoðun á því. En það er þannig að leiguhúsnæði er að ræða fyrir bara leigjendur hjá félagsbústöðum, rétt eins og þeir sem eiga hjá þjónustíbúum eldri borgara eða er að leiga hjá þess sem er í þessu sambýli við fatlaða til dæmis, eða bara íbúa sem að búa í heilum þessu stigagröfum.
Það almennt sé ekki kynnt eða rætt á sem málefni hverfis hvar leigjendur búa í hverfi. Þannig að þess vegna þetta ekki eitthvað sem bara haldinn sér fundur í ykkur samræðu hverfi. Þetta var sett í deiliskipulag eða tillögu sem var auglýst í júní í fyrra. Það 96 athugasemdir bárust, þar af 1 jákvæð. Já, og bara þau. Bara það var hreinu. Já, akkurat. Ég veit að það eru náttúrulega mjög skiptar skoðanir þessi málefni. Ekki málefni, bara þennan stað. Já, hvernig Klettsvegurinn, bara góðlega. Já, og allt í góð með það, en þetta sem hins vegar niðurstaðan nú, það búið að auglýsta og tilkynnanda og þetta bara komið ferli og það ekkert að fara að gera með frekar þessu annað en það. Ég hins vegar óskað eftir aðeins frekar upplýsingum ferli og hverjir verða þarna, eins og vel og hægt á og varlega og ég gæti orða það. Og það þannig að það verða ekki settir aðilar, það fá ekki leigusamning aðilar sem eru með miklar flóttaþjónustustarfir, heldur verður farið í rauninni í bara að vanda, ég að reyna að passa við hvernig ég segi þetta. Þannig að það verður ekki, að þetta voru áður á öðrum reynsla sem var ekki góð, sem við kannski könnumst flestir, og það verið að læra af þeirri reynslu að til þess að aðilar með flóttar og miklar þjónustustarfir geti farið í húsnæði, það þarf að vera ákveðin þjónusta til staðar sem þá veitt af velferðarsviði og af því það ekki komið til rauninni, það ekki hægt að gera það eins og þannig þess vegna verða þannig aðilar rauninni valdir inn sem koma í þessi hús. Það áhyggjur okkar fóru sem fyrst og fremst því að þetta ekki búsetukerfni þessi góða kynum, eins og almennt gerist og þú gerir þetta öðruvísi lög úrræðið þar. Þetta eru lög heimlega einstaklinga og eins og starfsmenn lýstu fyrir hérna vorkynum þeir vilja fara inn í húsið og annað. Þeim ekki heimilt að fara inn í húsið leið og viðkomandi koma með skráð lögheimili að þeim. Já, og það sé bara svona hreinu og þetta skráð. Já, það bara eins og sé, það bara að sjá við hvort sem þau leigja smáir hér eða hjá ykkur, það skiptir ekki máli. Nákvæmlega, en það eins og sé, þetta heimili. Þetta heimili, já. Þannig að þetta samt sem að líka sama tímabundin úrræði. Það ekki framtíð að það sem líka á þessum bílum. Það kemur eftir spurningin okkar, það var spurt og bæði til borgarstjóra líka sem hann alltaf búin að svara. Tímabundið hugsa ég sem upphaf og enda. Það ekki skráð upphaf og það ekki skráð enda á þetta. Þá þetta ekki tímabundið. Ég get ekki svara fyrir það. En við viljum bara að lesa upp spurningana sem koma á fundinum sem hún var ekki búin að svara. Ég skrifa vel frá þessu. Já, við erum alltaf að bíða. Við sendum þessi spurningar og spurningar til borgarstjóra fyrir fundininn í Laugaskóla. Það hendur svo. Ég vil til að freka kannski bara kjósa að þú myndir senda mér þar. Ég er bara að hafa þetta sem mál á næstu. Þetta verður tekið upp formlega á fundi hér. Því þetta alltaf búið að fara í fleipu og nú þetta komið. Það þarf að mynda umgjörð hvað á að gera. Mér alls saman verkefni. Ég hef hugsað mikið blóðina undir. Þetta hefði getað nýst okkur svo miklu meira fyrir samfélagi heilsinni, fyrir skóla, leikskóla, bókasafn, strætóstofnstöð. Það eitthvað sem að samfélagi í heilsinni getur náttúrulega ekki fáið einstaklinga. Því núna til viðbótar er búið að koma upp á fundi í janúar að það að fara að byggja 5 hæða fjölbýlishús. Það ofan það líka. Þannig að við erum líka komin að þann punkt. Af hverju eru íbúar ekki hafðir með í ráðum? Af hverju fáum við ekki neitt málan að leggja? Þetta er ekki kynningu á þessum fjölbýlishúsum. Nei, það er kannski komið að því. En alltaf, þú mátt gæta að senda mér þessar spurningar og ég skal sjá hvort ég geti fengið svör við þeim og við setjum kannski bara með þetta mál bara formið á dagskrá. Spurningin sem var í póstinu núna, af hverju húsinu í óöfið ekki ennþá komin í notkun? Ég hef með svarið því. Þau eru bara nýlega tilbúin. Þau voru tilbúin í september 2021. Nei, samkvæmt þessu eru þau bara nýlega tilbúin og þau eru ekki búin að fá þau til úthlutar hér frá félagsbústöðum. En það verður á næstu dögum líklega í þessari viku. Ég býð á með leiðum. Já, nú er ég bara að gefa þér svarið því sem ég spurði. Enga framkvæmdir er bara njóma sér í sumarlega loðina. Ég get ekki sagt neitt annað en þetta er svarið ég spurði og ég fekk þetta svar. Ok, þá er bara... Mælingar Já. Ánægast og var að Reykjavík virkilega breytt deiliskipulag til að fá að byggja á þessum stað sem er græni staður. Þegar þetta úrræði hættir, hvað verður hann blett? Þá byggja það bara á með staðinu eða verður hann aftur fyllt upp og verður aftur verðansvæði? Þennan blett? Já. Það er eitthvað sem ég veit bara ekki.
Mér langar að vita það, og þegar úrræði hættir, þetta er tímabundið úrræði sem ég fáum ekki vita hvernig er uppávendir en ekkert er. En þegar þetta úrræði hættir, nú ætla ég búið að grafa núna skorplagnir, rafmagn, allt þetta, ég veit ekki hvað sko að draga skóp, þess að andra ekki og allavega. Þannig að hvað verður þetta eftir? Er það ekki bara ekki formlega það? Já, það verður bara að fá spurningar sendar. Ég get ekki svara svona spurningum. Mér langar samt að fá fund þetta. Þráttur við ekki rétt að því að það er breytt deiliskipulag sem ég ekki segja nefnt. En það verður ekki fundur þetta. Það er ekki alveg sagt. Nei, ekki heldur hér. Við getum tekið þetta mál á dagskrá en við heldum engar sérfund það hvar fólk býr. Það er bara þannig. En þið megið ekki að senda mér spurningarnar og við skulum setja þetta mál á dagskrá. Það sem ég get þá væntanlega óskað eftir svörum við spurningum. Mjög gott að fá þær, svo ég geti þá kallað eftir svörum. En bara það er bara alveg hreilegt. Það verður ekki haldin sérfundir á vegum íbúðarráðs til að ræða þessi mál. Fyrstulega sem að búið að ákveða þetta er komið í ferli, það verður einhver breytt með það héðan á. Nei, ekki þetta. Þannig að það er í rauninni, ég segi, þetta eru bara heimili fólks, við erum ekki að ræða það hvað annað fólk býr. Það er ekki okkar umræðum. Borginni fer samkvæmt lögum að fara vel með opinber fjármagn. Já, akkurat. Og það er búið að tilkynna þarna, þetta er dýrasta framkvæmd sem verður farið í þessum húsum. Ég get alveg tekið við spurningunum hér, og það kalla eftir þeim, en bara það er bara alveg slegjaborðin að vera einhver sérfundur þetta. En við skulum setja þetta mál að dagskrá næst, þar sem ég geta óskað eftir svörum við spurningunum. Bara hérna koma að gera, senda spurningarna. Við erum búin að gera í 2 ár. Já, ég ekki svara. Já. Ég veit ekki hvað. Ég get ekki búið betur heldur en að taka við þeim. Ég reyndi að spyrja Reykjavík síðan það er ekki svarað. Hvað er ekki svarað? Nei. Ég veit ekki hvað. Reykjavík er ekki að svara við hvað er að gera á reiknum. Það er sko, ég spástu. Ég bara segja að því að ég er líka í þessu ráði sko, þannig að ég hef séð þessar spurningar og vantilega var ekki síðast. En ef þið sendir þessar spurningar formlega á þig, eða bara íbúðarráðið, þá getum við líka skoða spurningarnar. Ég er líka býr í þessu hverfi og það er svo eðlilegt að fólk sem byrjaði yfir því að því sko yfir mörgu, af því að það er mikið okkar grunnþjónustu sem er ekki í lagi. Þannig að en þetta verður, ég held að það verður að koma formlega aftur, af því að nú er bara komið nýtt íbúðarráð, eins pirrandi og það nú er, sko. Og ég er líka bara, ef ég bara núna fyrir mig, þá var ég líka til að sjá þessu spurningar, þannig að ég geti líka að skoða það sjálf, sko. Endilega, bara endilega senda spurningar. Við skal varpa líka bara á hópin, undir fundin. Þetta er spurningarna sem að spurður á þessu fyrstu. Já, ok, flott, endilega, gera það bara. Ég bara svara það, því það er líka svolítið vandinn á að fá svör. Hvað þeir byrst, því það er ekki ná virk síðan. Þú bara, við gerum það, endilega og tala upp á slíka. Herði, þá skulum við fara yfir í þá næsta lið. Það er hvað? Þessu við stakkum nú. Jú. Við tökum bara beina fram í lengur stund. Má sjá, það var ekki þetta. Þá er það sóltún og sólstafir. Þá er þeir hérna. Gjörðu rauð, við mögum bara segja hvað frá. Ég kannski bara til að byrja að kynna og svo grípa inn eða vilja. Ég sem heiti Árni og er foreldri 2 barna á Solstaðaskólanum og hérna er líka Marteinn sem er deildarstjóri og í foreldrafélagi grunnskólafélagsins. Við erum í foreldrafélagi leikskólans og Ómar býr í Túnunum og Agnar býr á Mánatúnunum. Jóhann það líka. Hérna ástæðan fyrir sér sendur mér fyrirspurn út af aðgengi að skólanum. Þar sem við Sóltún 6 er engin auðveld leið yfir götunum og umferðarnar er glöð og þetta er illa lýstu og sérstaklega fyrir okkur sem búum eða höfum búið í Mánatúni og alveg þú getur stutt þetta og leiðin þangað er maður þarf að vera með ákveðnar svona áhættu fí. Það getur að byrja. Ég sjá ekki ganga við þetta. Þetta er mitt beigja sem ekki hægt fyrir sjónstóla eða
eða hjól og þetta það sem við erum að fara með börnin í okkur yfir í Skandin. Við erum búin að senda ábendingar og þá með svörum vitum að hvort þið væri meðvituð þetta og það væri eitthvað ferli. Það var þess að við byrjum á þessum ræðum. Já. Og ég get líka bætt við þetta að það eru nokkur foreldrar sem eru með í leikskólum og komast bara enga veginn að leikskólum og svo fara yfir möl og engin gangstétta, engin gangbraut. Þetta búið að koma inn í þessu hugmyndasöfnum ferðinni þetta í 3 ár og það líka önnur hugmynd sem við erum að fara eftir líka, almenningsskatt í túnum og þetta voru vinsælustu hugmyndina, vinsælustu hugmyndin í túnum og einan var vinsælustu hugmyndin í Laugardalnum líka. Og það ótrúlegt vegna þess að túnin eru alltaf undir þessum skólfi. Laugardalurinn með heildarfjölda íbúafjölda. Það eru mjög margir sem hafa handtökur á Laugardalnum sjálfum, en ekki túnin. Túnin eru hluti sér. Vegna þess að túnin eru minnilega hópur í þessum stóra Laugardalssvæðinu. Þá komast hugmyndirnar sem tengjast túnum aldrei í gegn. Ég hef ekki sagt það, engin hugmynd í túnum var í gegn. Og í fyrra og gekk í hús og kallaði eftir atkvæðum til að reyna að fá þessar hugmyndir í gegn. Það er almenningskarðinn og þessar samgönguumbætur. Það voru einu af mestu kosninguna eða skora hlutfallslega með hvað mörg atkvæði per íbúar, það eru miklu færri íbúar þarna í túnum. Þá hafa það verið lengst yfir. En við fengum það skilaboð að þetta átti að fara sjálfkrafa í gegn. Og það fekk svo háa kosningu í styrjulótinni, það átti að fara sjálfkrafa gegn í seinilótinni. Þess vegna voru það ekki hægt að kjósa það í seinilótinni. En síðan veist það hafa dottið upp starf. Þannig að við skilum það ekki alveg og þetta er náttúrulega skólinn búin að vera hana við lengi, við skilum þessi búin að vera hana þannig í 10 ár. 10 ár sko. Það er ekki komið nýtt. Göngustíg, ekki það aðgengi á mítum. Það er í raun og veru það í lausastíl. Það er ekki frágangur í leikjumskólum, kvöldulega. Það er allt í lagi fram að skólalót. Það er göngustíg og allt, en við getum þetta ekki byggja eitthvað. Göngustíg og Þetta er Reykjavík skóli, ekki? Og lóðum hans, það er alltaf við tippa upp, þetta er leið og það er komin inn á það borgarlandi sem það er allt í niðurlýstum. Já, það er mjög lóðinni. Bílastæðið sjálft er ekki gott. Það er ekki gott að það er vandamál skólans. Það er ekki vandamál skólans, en fyrsta skriðu er að fá gangur. Og ríktur á, en það er engin gangur, það er ekki að skóla. Og svo er líka þessi alvegsstarfsemi sem átti að vera þarna samkvæmt deiliskipulagi. Það er ekki búin að breyta því. Já. Akkurat. Ég var búin að heyra frá skólatíðinni sem ég með akkurat og þar hafði ég bent henni á að þetta með öðningi sem var á skólanum að senda það inn í ábendingardokumentin. Það er svona markov. Það er búin að gera það markov. Að senda inn í ábendingardokumentin? Já, það er aldrei komið inn tilbaka. Kemur ekkert sér tilbaka? Nei. Sérstætt. Þess vegna einmitt, af því að þú nefnir að fyrra fundinum að það er sum hluti sem ættu bara að vera gerðir. Það er mjög erfitt að réttlæta að þetta hafi ekki verið gert að þetta snýra að einmitt aðgengi barna og fatlaðra að skóla sem þau eru skráð. Þetta er alveg svona... Akkurat, það er alveg því, það finnst að kemur óvart. En sko, þannig að svo var þetta með almenningsgarðinn og það sem við, skilst mér þetta með hverjunni að íbúaráðið getur henni gripið ýmis mál sem að kannski með fá ekki sömunding þegar fá þetta samastöndum. Ég takk ekki alveg, ég hversu oft ég hef verið með málefni varðandi eldri borgara í samkvæmkvæmsvíku og það var gátt. Enginn hefur áhuga á þessalegs eldri 60. Það var bara neitt, en það nefndi ég ekki. Þannig að ég veit alveg hvernig það er og að ég fagna því með því að íbúaráðin geti grípið einmitt svona mál sem að kannski fá ekki annars vonandi stöðni. Þess að það sé ekki
viðbrögð við þessum sko aðgengismálum inn á ábendingar af því það á að vera góður kanall og hefur virkað almennt sér vel. Það eitthvað sem við vitum bara að skoða þetta. Hvernig er þetta lesa því. Þannig að já, það er bara einmitt hvort að við í ráðinu viljum ekki líka grípa þetta með eins og vera kost þarna. Ég bæta aðeins við almenningskjörinn. Það er búið að vera svona bara ágætt byggingarsvæði mjög lengi. Það er mikið að sjálfsögum grófur í þarna. Það er að vaksa upp, bara mikið grófur. Þarna er líka sólgarðar sem eru svona matbyggðargarðar. Og svo þarna á bak er henni á einvegið hjúkrunarheimilið á komin einhvers konar torg sem er gert á skapamótum og miðtóls. En þetta er allt. Þetta er partar sem haldast ekki endur í á svo náttúrulega leikvöldu. Það er mjög takmarkaður. Það var mjög einnkastalega. Ekki til að barna. Og ég man að ég var að fara með dóttur minni og hún var bara í vandræðum með að labba í lögin. En tillagan er að þetta sé að saman er eitt stóran ferðarskæl og í rauninni hefur verið gengið í aðbygginu og deyskilur einhver tíma. Það er alltaf verið að klípa af þessu svæði og þetta mátti vera viðbyggingu í hjúkrunarheimilið en það er núna það var nýlega kynnt deyskilur að það hefði ekki verið tekið fyrir vinna áður. Það er líka 6 ára svæði. Það er alltaf að minna eftir Hofsvík og það er ekki líkið af svona grænusvæðin í borginni eftir þarna hægt af grænsvæði. Og þetta rýmar heldur ekki við bitamínuna hverfi sem er rauður þráður í bara aðstíkulega Reykjavík. Það sé hægt að sækja þessi heldur innan 15 mínútur. Ég mætti sjálfur að labba hérna á stundum og í Laugardal. Það er 25 mínútur. Þannig að og það er ekki grænsvæði. Það er álíka upp í Þú vorum alltaf heilmikið að götum þess að það var mikrotún, það er ekki grænsvæði líka hverf. Þannig að tilvæli tækifæri að grípa þannig að líka að gera úr grænsvæði, kannski landslagsaftur þess að mæta á svæði, taka úr náttúrulega gróðurinn og útfæra einhverja skemmtilega lausn. Mæta líka aðstöðuna fyrir börnum með einhver skemmtilega tæki og gera eitthvað flott úr. Maður alveg séð í eins og illa fallega almenningsgarður, eins og grundvallargarður í gerðum. Lítill garður, ótrúlega settur í skemmtilega. Þannig að það væri hægt. Skrítið eftir að þau fengur svona mikla í stuðning. Já, hvernig þau með... Já, það getur að vera skýring á því. Ég kannski bara færi í það að fá einhverjar skýringar á þessu. Það spurði hvort að... Við náttúrulega kvöldum eftir að þetta er tekið upp og sem komum við dagskrárslið náttúr eða... Getum við gert það bara? Sett þetta bara Sett á dagskrá og það var næsta fundi bara. Aðgengisvinkillinn það var bæði. Já, kannski bara þeir finnst að bæri varandi bara aðbúnað og aðgengi þessu leikum grunnskóla. En einnig það hvað á að gera við þetta tún, það er þarna almenningsgarðinn, Ég vil að fá, því að ég er sammála því það er svolítið sérstætt, að fengi góða stuðning, en ekki bara áfram. Ég meina, ef ég ætti að reyna að rýna í og túlka það sem ég er að segja, það er náttúrulega eitt að fá góðan stuðning í þessum fyrstu 2 fös, en svo náttúrulega hugmyndir sem er í kjörsalunum og ég þekki ekki úrslitin nákvæmlega, en þá er það náttúrulega bara þau verkefni sem eru kosin sem fara til framkvæmdar. En það er það sem að því að við lentum í, það er sem þriðja þá segði það ekki, við þá bara einhvern veginn ekki komið saman. Í ljósi smæðar ykkar hverfis, mér hefði sem verið að vísa í það. Já, en þar sem sagt í dag, þá reglum hverfið mitt, þar á núna í rauninni íbúðaráðin að geta stigið inn þar og valið. Þannig að þá er það bara fyrir okkur að taka samtali hvort við viljum gera það. Og það er bara setja tíma umræðefni. Ég sá mikið bestur með hugmyndir sem fengur bara enga kosningu minni kosningu hafi fengið brautargengi, það skilur ekki alveg. Svo að bæta einu við að eitt af því sem letjandi fyrir allar hugmyndir eru
kostnaður, að það má ekki gleyma því að það ákveðin mannauður valdur skólanum sjálfur sem snýr að því að allt starf skólans byggir á ákveðinni virðingu við náttúruna og samfélagi, foreldra og skóla það að gera umhverfið sig betra. Ef við sjáum bara breytinguna innan skólalóðarinnar á síðustu 2-3 árum, það alltaf starfsmenn að gefa vinnu sína og mæta utan skólatíma með foreldrum til þess að vinna í umhverf. Þannig að ef til dæmis bara í þessi græni reitur viðar og tryggum, þá þarf ekki að kosta mikið pening til þess að fegra þetta því að við erum með sjálffegrandi skóla. Ég er ekkert þess að við vorum bérna á því. Ég ætla að koma bara að enda þennan lið og ég segi bara eftir að... Bara ein setning, ég bendi ykkur á að leita var þetta aðgengismálin, þá náðir aðgengjur samráðsnefndar Reykjavíkur, hafið þið gert það? Á hvað séu? Ég skal senda, ef kemur tíminn, þá skal ég senda þér post. Ok. En þá kannski bara á síðasta mál sem ég sé ég þetta, kannski það ekki báðan, það ekki. Ég óskað eftir svörum hvaða framkvæmdir eru hafnar á Hornlóðinni í Laugardal, lóðin sem afmarkast af Engjateig, Holtavegi, Suðurlandsbraut. Er það ekki framhaldið að... Framhaldið að þegar það komi ljós Reykjavík Já, alveg rétt. Veikur svöruðu hvað þið voru að gera. Já. En svarið er ekki alltaf komið Reykjavík. Nei, ok. Herru, þá ætlum við séum búin að hæma þá dagskrána. Nema það sem verður á lokaðir til kvöldans. Þannig að við ykkur öllum að kæra það sem komið á og þau sem er til ég ekki og bara kæra mig á Ég ætla ekki að lofa upp í ermina mér, en endilega, það er starfandi aðgengi samráðsnefnd málefni fatlaðs fólks og þau fjalla aðgengismál. Ég ætla ekki, eins og segir, ég veit ekki, ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þau starfa og hvort þau geti verið eitthvað innan handar í þessu með eitthvað hætti, en þetta gæti verið góður starfur. Já, ég held að segja þetta, ég bara tek undir það, til að senda Já, ég veit þess að það er varst sko, svo sko með barnum, fanginu, húðari, þeir hvað ekkert. Þeir eru það þannig lausnamögulegur. Það er eins og ég bjóða mér mann með ekki og það var svona minn að læra á sparkhljóð. Það var bara non-stop lífsætt. Við erum begi og myrkri í þessu. Varstu búin að sína honum hvað það getur séð? Já. Ég er búin að senda honum post. Ok. En við bara fannst það það má ég verið fleira þá sem við þetta aðeins. En svo maður reynd. Það er mjög segið hvernig svæðið þessu. En við bara, ég kíkjum á það. Það er bara að sjá Ég veit að það er ekki búið að ákveða þessa deiliskipulagstillögu og varðandi Sóltúnan 24, ég held að þessi veitur sem þar undir, hann var í auglýsingu í sumar eða vor, en það er ekki búið að, hún hefur ekki farið allar leið sko, og ég þekki ekki hvað í hverju sú tillaga felur í sér. Ok, Já, þeir lokaður. Ég er það. Það er gaman að segja þér.